því að elska alla og þjóna öllum. Við hvetjum þig áfram í að gera slíkt í sama. Drottinn blessi þig. Sem Drottinn hefur gjört. Tökum ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Guð blessi þig. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru 60 sekúndur eftir samkomu og við viljum hvetja þig að deila fagnaðarerindi Jesú Krist til einhvers sem þarf á að halda í dag. Nýttu tækifærið og vertu blessuð. Tilbiðjum hann, konung sem sigurinn vann, mikið verk hans. Sjáið öll verk frelsarans, ást hans sem umvefur allt, mikið verk hans. Mikið verk hans. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt sem bindur í hlekki og bör og frum. Mikið verk þitt. Við dönsum af gleði, svo fagnandi frjáls. Ó Jesús, þitt nafn, því upphafið hátt og fullt. Mikið verk þitt. Og sannu alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú berst með mér enn, því þitt loforð já og amen. Mikið verk þitt.
Já, loforð hans eru svo sannarlega já og amen. Og þau gilda svo sannarlega alltaf. Það gildir enn. Við erum alltaf að treysta þér, Jesus. Ég gef þér heiður, í þér allt líf mitt og þér ég fylgi í hvað sem þú segir mér. Ég hef því áfram að líka eftir þér og þér ég fylgi í hvað sem þú segir mér. Sem opnar dyr, við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr, svo kom þú Guð sem aldrei fyrr. Komdu Jesus. Þá nægir náðin þín og ég því trúi að framtíðin mín. Hún mín og hún þín, þín kross vonin, hið æra mín sýn og í þér Jesus öll framtíðin mín. Sem opnar dyr, við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr, svo kom nú Guð sem aldrei fyrr. Komdu sem aldrei fyrr, Jesus. Þín nálægð sem opnar dyr, við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr, svo kom nú Guð sem aldrei fyrr. Hallelujah.
sem aldrei fyrir Jesus. Og ég veit að sigurinn kemur. Komdu Jesus. Komdu Jesus.
Hósanna í hæstu hæðum, við bíðum eftir þér. Halleluja. Ef trúin færir fjöllin, lát þau færast hér. Í hjörtum eftir vænting, bíðum eftir þér. Bíðum eftir þér. Jesús. Þú heiminn hefur skapað, en þekkir hjarta mitt. Mér frelsið hefur gefið og elskar mig svo heitt. Bíðum eftir þér og í þér lyftum hönd til þín. Aðeins þig lofum við og syngjum halleluja. Elsku Jesús. Þú efnir öll þín loforð þín til mín. Þau návist pínu þráum og þörnum staðeins þín. Við bíðum eftir þér og í þér lyftum hönd til þín. Aðeins þig lofum við og syngjum halleluja.
Amen. Þetta var algjörlega frábært. Það andi Guðs snerti mína hjartastreng í dag. Og það svo magnað hvað það skiptir ekki máli hvað maður búin að fara í gegnum í vikunni. Alltaf þegar maður kemur á samkomu og andi Guðs fer einhvern veginn að starfa. Og hvernig það gerist, það engin uppskrift fyrir það. Það bara að leita Drottins í auðmýkt og þá gefur honum rými. Og það sem að gerist það að augu okkar, alltaf þegar ég mæti á samkomu þá tárast ég, þannig svo sýn mín breytist. Og það það sem að nærvera Guðs gerir. Þegar þú ert í nærveru Guðs þá einhvern veginn breytast kringumstæðurnar þínar. Allt í einu það sem við erum að fara í gegnum, maður sér hlutina í meira samhengi. Og í dag þá trúi ég því að Guð vill gefa þér samhengi. Guð vill gefa þér útgangspunkt, þar sem að þú veist hver þú ert. Og þegar þú stendur frammi fyrir kringumstæður lífsins sem að geta verið alls konar, ég ger mig grein fyrir því, að þá útgangspunkturinn sá að þú ert dóttir eða þú ert sonur.
Og þegar útgangspunkturinn sá, og ég var að tala þetta síðustu helgi með konuna sem hafði blóðlát, hún er þekkt fyrir það í Biblíunni, það hvergi minnst á nafnið hennar, heldur þessa konan sem var búin að vera með blóðlát í 12 ár. En Jesús segir, hún fer til hans og hún snertir hann, hún auðmýkir sjálfa sig og hún skríður og það sem hún gerir hún snertir fald klæðans. Og leið hún gerir það, þá fer kraftur út af Jesú og hún verður heil meina sinna. Og Jesús segir, hver snart mig? Jesús sem veit allt. Hann vissi að sjálfsögðu hver snart hann, en það sem hann vildi að tala við konuna. Og hann fer að litast í kringum sig og hún náttúrulega veit leið að hann að tala hana, ekki satt. Þannig hún gengur fram fyrir foldu, rosalega hrædd og segir, Herra, það var ég. Og þá segir hann við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og vinir, þegar við hættum að láta kringumstæður lífsins, sár okkar, hún var með sár sem að vildi ekki gróa, hún var með stöðugt blóðlát í 12 ár, innvortis meiðsli eða eitthvað á sálinni, við getum tengt við það með svo mörgum hætti. Og hversu oft það ekki einmitt þannig að við erum með innvortis meiðsli sem enginn kannast við og aðeins Guð geti hjálpað okkur, aðeins Guð geti gefið okkur lausnina. En hann gefur okkur ekki bara lækningu í líkamann okkar, hann lagar stöðuna á sálin okkar. Hann minnir okkur á hver við erum. Og vinir, ef þú ert búin að gleyma hver þú ert, þá ert þú sonur og þú ert dóttir. Og leið og þú staðsetur þig þar, þá getur þú tæklað allar kringumstæður sem standa frammi fyrir þér. Þannig það. Þannig í dag, þá vil ég bara hvetja þig. Ef þú ert í einhverjum kringumstæðum og við erum það öll, hjálpi mér. COVID búið að vera endalaust. Maður hugsa líka bara, hvenær tekur þetta enda? En vitið það, hjálp mín kemur ekki hér fyrir utan. Hjálp mín kemur ofan. Hann skapari himins og jarðar og við erum bestu vinir. Ég dóttir hans. Hvernig getur neitt klikkað í þessu lífi þegar hann með mér í liði? Þegar ég með honum í liði? Já, akkurat, allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. En við langar til þess að biðja ykkur öllum að bara rísa á fætur, þeir sem eru hérna í salnum. Og við ætlum að taka samskot. Og það yndislegt að fá að gefa. Já, það eru forréttindi og ég veit að það hérna, við erum bara í beinni útsendingu en reksturinn heldur áfram, við höldum áfram að fá reikninga fyrir hita og rafmagni og öllu slíku. Og við viljum líka vera hjálp út í samfélagi, þannig að við hvetjum ykkur til þess að styðja við bakið á þessu starfi okkar. Ef þið hafið tök á, það engin skildugur en eitt slíkt. En mér langar til þess að biðja og áður en við syngjum hérna lagið fyrir samskotina, þá langar mér bara til þess að biðja inn í aðstæður ykkar allra. Og ég bið ykkur að bara loka augunum og biðja með mér, Drottinn Jesús. Ég kem fram fyrir þig í dag því ég veit að þú stærri en allt. Þú ert meir en allt. Og Drottinn, ég vil ekki standa hér í mínum eigin krafti eða eigin getu því að hún fallvöld. Hvað get ég í raun, Drottinn, þó svo að þú hefur gefið mér marga gjafir. En þú ert hinn stóri og sterki, Drottinn, og ég vil, Drottinn, setja alla mína byrði, Drottinn, í fangi á þér. Því að þú berð umhyggju fyrir mér og ég bið fyrir öllum þeim sem að gangi í gegnum erfiðleika, sem að bera þungar byrðar. Og Drottinn, í stað þess að skilgreina okkur út frá aðstæðum okkar, Drottinn, þá skilgreinum við okkur út frá þér. Hvað það sem að þú segir? Og Drottinn, þú segir að þú munt aldrei yfirgefa okkur eða sleppa af okkur hendinni. Þú ert með okkur allt til enda. Og Drottinn, það í þeim sannleik sem að við hvílum í dag. Allt annað hjómeitt. Og Drottinn, ég bið fyrir þeim sem að horfa. Ég bið fyrir þeim sem að hlusta. Og ég bið fyrir þeim sem eru hér í dag, Drottinn. Og mér langar sérstaklega að biðja fyrir þeim sem að spila hérna þvílíku kraftur og þvílíku nærvera. Og Drottinn, við bara komum með alla hluti fram fyrir þig. Og við biðjum í Jesú nafni. Amen.
hvetja þig að taka móti honum í dag. Þig blessi og verndi, auðlit Guðs lýsi á þig og hann veiti þér náð á sjónum, upplifti og gefi frið. Þig blessi og verndi, auðlit Guðs lýsi á þig og hann veiti þér náð á sjónum, upplifti og gefi frið. Amen. Þig blessi og verndi, auðlit Guðs lýsi á þig og hann veiti þér náð á sjónum, upplifti og gefi frið. Amen. Hvetja þig að taka á móti Jesú í dag, halleluja. Þú sér ekki eftir því. Hann elskar þig og hann þráir að leiða þig og vera með þér. Halleluja. Hann með þér, þráir að mæta þér. Hann alltaf með þér. Með svelvilt vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Með svelvilt vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Með svelvilt vera með
Já, hérna hér. Vá. Það andi Guðs hér. Og ég bara segja ykkur, það sem andi Guðs það smurning Guðs og það brotna hlekkir. Og ég trúi því það var hlekki brotna hér í dag. Þvílíkur kraftur til sig Guði. Ef ekki að rísa aðeins á fætur og biðja fyrir orðinu. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Drottinn, ég þakka þér fyrir að við fáum að nema þetta orð í dag. Ég blessan Halldór, frábæra Halldór sem ætlar að tala til okkur í dag. Ég byrjum að smyrja varir hans og tungu. Að hann tali frá hástóli náðar þinna, Drottinn Jesús. Og ég byrði Drottinn fyrir hjörtum okkar, að við mættum vera með opin hjörtu, að taka við því sem að þú vilt segja við okkur í dag. Mættum við ekki bara vera heyrendur, mættum við ekki bara hlusta, heldur mætti að fara ofan í hjartað, bera ríkulegan ávöxt, 100-faldan ávöxt. Við byggjum í Jesú nafni, og allir liðurinn sagði amen og amen, Halldór minn, og bara tónlistafólk. Hvernig væri að gefa Halldóri gott klapp á tónlistafólkinu líka gott klapp? Þetta dásamlegt. Og enn eitt svona COVID-samkoman. Fáir í salnum. Það í góðu lagi þannig séð, vegna þess að þið sem heima eruð eða hversin þið verið að hlusta, þið opnið þá bara fyrir tölvuna og hlustið. Megi hans velvild vera með þér, sungum við áðan. Mér langar aðeins að tala velvildin í dag, ef það í lagi. Það í lagi? Sko, vildi þenni til, ég fekk nefnilega spurningu. Vika, 2 síðan. Og spurningin við þessi, hún bara utan bæjar, fólki sem var að hlusta, barst mér. Þið tala mikið náðina. Hvað þessi náð? Hvað það? Mér langar aðeins að ræða það og reyna að útskýra það á einfaldan, einskiljanlega máta eins og ég mögulega get. Já, nákvæmlega kann ég vel með. Sko, það að nálgast þetta frá mörgum sjónarhornum. En Sigurbjörg bað á þann og sagði eitthvað þessu leið að mætti orðið í dag framganga frá hásætti náðarinnar. Og hún vissi ekki að ég ætla að fara að tala þetta, en þetta var mjög viðeigandi. Sem sagt, það eitthvað hásætti náðar. Það eitthvað hásætti til eitthvað staðar bara og þaðan flæðir náð og menn spyrja byrju, hvað hásætti þetta, hver sé dráði og hvaða náð þetta? Og mér langar aðeins að reyna, ef ég mögulega get, að útskýra örlítið með það sem við erum að ræða alltaf hér um. Og yfirskriftina hins vegar, yfirskriftin hjá mér ekki náðin eða hásætti náðarinnar, heldur leiðin til þess að ríkja í lífinu. Það yfirskriftin. Leið til að ríkja í lífinu. Áður að koma að því, þá ætla ég að rifja upp örstutta sögu. Ég ætla að reyna að gera það ennþá styttra heldur en Jesús gerði það. Hann sagði sögu það sem við köllum týnda soninn. Og
ég ætla að segja ykkur þessa sögu bara örstutt og rifja hann upp með okkur, mörg okkar kunnana og til að sýna munin á náð og miskunn. Því það munur á náð og miskunn. Þessi maður var auðugur, átti 2 syni og hann var vellauðugur. Hann átti stór lönd, mikla hjarðir, mikið vinnuhjú sem hann starfaði fyrir hann og starfsfólk og annað slíkt, en hann átti 2 sonum. Annar þeirra fyrir burtu, yngri sonurinn kemur til pappa síns og biður arfinn, þið munið þetta, biður bara arfinn fyrirfram, sem var náttúrulega argasti dónaskapur, ekki síst í því þjóðfélagi sem þetta gerir sem hann segja söguna frá, og þetta var nánast óskuðum pabbi, ég held ég voru dáinn, svo ég geti fengið það sem mér ber. En hann orðaði ekki þannig, heldur bað það. Síðan fer hann í burtu og sólundar öllum arfinum. Hann eyðir hver einustu krónu sem hann fekk, hann eyðir öllu sem hann átti og endar í ræsinu. Ekki, við myndum segja í dag hann endaði í ræsinu, hann endaði í svínastíunni. Og þá vaknar spurningina með honum, ef ég kem nú tilbaka til pappa, og þið ekki sjáu strax myndina sem verður að draga upp, faðirinn Guð, synirnir eru við mannfólkið og sumir fara frá Guði og vilja ekki tafa með hann gera eða kynnast honum ekki, þekkja hann ekki, vilja ekki þekkja hann og hverfa á braut og suma þeim sem það gera lenda sér inn í vandræðum í lífinu. Þessi sonur lendi miklum vandræðum í lífinu. Það ekki allir sem gera það jafn mikið eins og hann, en hann sannarlega lendi í vandræðum. Svo hann hugsa með sér, ef ég kem aftur tilbaka til pappa, ekki sem sonur hans, heldur bara sem vinnumaðurinn hans. Ef ég kem og vinn eins og hinir vinnumennirnir á búgarðinum, þá fæ ég rúm til að sofa í, þak yfir höfuðið og mat til að borða. Þá fæ ég ekki allt sem pabbi með, en ég fæ nóg svona til að láta mig líða betur en mig líða núna allavega. En til þess ég að koma og biðja hann fá að vera vinnumaður hans. Þetta sem þess að sagan í samantekin í hnotskurn. Hún bæði fallegur og dýpri en þetta, en þetta innihaldið. Svo kemur hann. Og við þekkjum að pabbinn bíður eftir honum og tekur á móti honum. Hann tekur á móti honum og þar sýnir hann miskunn. Af því að sonurinn faktist hefði alveg átt að skilið að fá ekkert að koma tilbaka. Hann var búinn að vinna fyrir því að fá ekki neina fyrirgefningu eða neina miskunn og bara vertu bara þú valdir, vertu kyrr. En þar sem að hann leyfir honum að koma inn, þá hann að sýna honum miskunn. Með öðrum orðum, miskunn eitthvað sem þú átt skilið að fá en færð ekki. Þú gerir eitthvað af þér, gerir eitthvað rangt, þú brýtur, þú sólundar, og faktist afleiðingin þessi. En, býtum við, á ég ekki að borga skuld mína? Ok, það ekki að borga skuld mína. Það miskunn. Pabbinn gerir meira en það. Hann sýnir honum miskunn, síðan tekur hann og segir, komdu, allt þetta þitt. Þá hann að gefa honum eitthvað sem hann á alls ekki skilið. Hann átti skilið að fá ekki að koma en fekk miskunn. Hann átti ekki skilið þetta en hann færi það. Það náð. Að veita, náð þetta að vera, við stundum útskýr þannig að hann sé óverðskuldur velvilji Guðs. Þar segja við höfum ekki skilið þennan velvilja en hann alltaf að sýna okkur hann. Við höfum ekki skilið hvað hann góður við okkur en hann alltaf svo góður við okkur. Við höfum ekki búin að vinna fyrir því en hann samt góður. Óverðskuldaði vilji. Og hvernig snýr þetta þá að Guði? Og það það sem við ætlum að skoða núna. Ef við þráum að ríkja í lífinu, og hver þráir ekki að ríkja í lífinu, þá ég ekki að tala að vera forsætisráðherra eða konungur eða drottning, heldur bara að ríkja yfir eigin kringumstæðum. Ríkja yfir tilfinningu sínum. Aha.
hafa stjórn á sjálfum sér, vinna sigur á vonbrigðum, særindum, ofbeldi, öllu þessu vonda sem orðið á vegi okkar, misskilningi, úthúðun, hvaða nú sem þú eða ég höfum verið að berjast við. Þessi hlutir sem er svo auðveldlega að taka líf okkar og brjóta það niður. Ok? Við þráum þetta öll. Við þráum að vera heilstiftir einstaklingar. Sigurbjörg minntist á það áðan með konuna sem var skilgreind sem kona með blóðlátið. Í kristinni kirkju, þú þarft ekki að segja, já, kona með blóðlátið. Já, það veit allir hver hún er. Hún með blóðlátið 12 ár. Hún er þekkt fyrir það meðal fólks í heiminum í dag. Kristur ávarpaði hana og sagði dóttir og breytti þess vegna hver hún var í hennar eigin augum og líka augum þeir sem hlustuðu og heyrðu. Þetta er ekki sjúkakonan, þetta er dóttir Guðs. Við viljum öll ríkja og lifa í myndugleika, rísa yfir sársaukana og vonbrigðin. Og nú get ég bara sagt það, þú ert kölluð og þú ert kallaður, skapaður og sköpuð til að lifa fyrir ofan þína kringustæður. Þú ert það. Við náum því ekkert alltaf, en það er það sem við erum sköpuð til og, nú ætlum ég að segja ykkur annað, það er það sem þú getur. Og þú segir kannski, þú segir nokkuð, já, þú er náttúrulega, þú veist, fættist með silfurskeið í munnunum. Nei, ég man ekki eftir því reyndar. Ég hef ekki fæðst með eitthvað silfurskeið í munnunum. Já, þú ert allavega ekki búin að ganga í gegnum sem ég er búin að ganga í gegnum. Ég veit það ekki. Ég er alveg búin að ganga í gegnum það. Málið það breytir engu. Hvaðan þú kemur, hver þú ert og hvert þú ert að fara. Þetta stendur okkur öllum til boða. Og það felst í þessari náð, þessum velvilja Guðs. Í Rómverjabréfinu segir svona, í 5. kafla, 17. vers. Það segir svona, ef misgjörðins eina manns hafði í för með sér að dauðinn tók sér völd með þeim eina manni, ég ætla ekki að útskýra þennan fyrirpart, en svo kemur seinni parturinn sem ég ætla að fjalla um. Því fremur munu þá þeir, allir menn og konur, þeir sem að þiggja gnótt náðarinnar og gjafir réttlætisins, þeir munu lifa og ríkja vegna hins eina Jesú Krists. Ég ætla ekki að tala um réttlæti núna, en gjafir og gnótt náðarinnar. Þeir sem þiggja gnótt náðarinnar, þeir munu ríkja í lífinu. Hugsa ykkur það. Það er bara allt of algengt að fólk telji sig þurfa til að fá blessun Guðs að þá verði það að sína ákveðna frammistöðu. Svona frammistöðu kristindómur. Lífið allt þannig meira og minna að við erum með, ef stöndum okkur vel í þessu, þá fáum við þetta, stöndum okkur illa, já, þá fáum við líka eitthvað, en það bara eitthvað annað sem við viljum helst ekki, og svo framvegis. Þetta svona frammistaða í lífinu og allt svona að gefa okkur einkum fyrir það, og þannig margir sem áætla að þannig þurfi þeir að nálgast Guð með frammistöðu kristindóm. Það misskilningur. Það segir í versinu, ekki, þeir sem vinna vel og standa sig vel, þeir munu ríkja í lífinu. Heldur þeir sem þiggja. Og þetta aldrei öfugsnúið við nánast allt í lífinu. Þess vegna sagði Páll postuli, þegar hann var að predika, hann sagði þetta heimska fyrir svo marga. Hann var hættur fyrir þetta fagnaðarerindi. Þetta fáránlegt. Hvers konar fagnaðarerindi? Hver heldur að hugsi svona? Guð. Já, en ekki nokkuð maður. Nei. En Guð gerir það. Og þetta rétt eins og týndi sonurinn. Hvað sagði hann? Ef ég bara kem og vinn fyrir hann, þá fæ ég. Ef ég kem bara sem verkamaður, þá fæ ég að vera.
Og þetta afstæðan sem að margir hafa til Guðs. Ef ég kem bara til Guðs og gerir þetta, þá fá ég svona blessunar daggir sem koma yfir mig. Þá fá ég ekki að lifa í öllum hans blessunum eins og sonurinn, en fá ég lifa svona í pínlitlum blessunum. Ég fá svona móla. Staðreyndin svo, og það kemur alveg skýrt fram í Biblíunni og í Nýja testamentinu, hlustaðu vel á, að það aldrei neitt sem þú getur gert til að ná þessum stað með Guði, hann blessi þig. Ertu með? Lestu ritningarnar, þú munt aldrei vera nógu góður, þú munt aldrei vera það fullkomin, þó þú sért alveg rosalega fullkomin, ég átta mig á því. Þá muntu aldrei vera nægilega fullkomin til þess að Guð segir, heyrðu, vá, hvað ég hrifin af þér maður. Þú ert sko aldeilis að standa þig. Nú bara ætla ég að dæla blessunum yfir þitt líf og þína fjölskyldu, því að það enginn á jarðríki eins og þú. Aldrei. Þetta mun aldrei gerast. Af hverju? Vegna þess að Guð skapar heimins og jarðar, hans dýrð, hans heilaleiki, hans hreinleiki, hans kærleikur svo miklu aðri að við getum aldrei náð þessu á eigin verðmæti. Svo það þó ekki vonlaust? Nei, það náðin. Þar kemur náðin. Guð gerir þetta eins og pappinn hjá týndasinnum gaf honum ekki bara leyfi til að koma að vinna sem vinnumaður, heldur til að vera aftur sonur og svo taka þátt í öllu sem var á búgarðinum og öllu hans lífi. Þá Guð alltaf að gefa okkur í kærleika. Munu eftir, ég segi stundu söguna Denni dæmalösa, ég ætla að segja einu sem annan því hún svo góð. Denni dæmalösi, þeir sem þekki hann, Denni sem mennis á ensku, hann var algjör prakkarinn, hann var svona grallari og hann var alltaf svo misefnaður í öllu sem var að gera. Hann var lítið polli, en hann var alltaf eitthvað skandalisera. Svona ekta strákur, alveg bara, sellega fengi ADHD eitthvað á unga, og bara hann var ómögulegur. Og herra og frú Wilson í næsta húsi, þau lentu mest í honum. Gömlu hjónin, þau voru fullorðin hjón og hann var alltaf eitthvað ónáð á þau. Og stundum voru þeir rifið hár sitt og tætti yfir hvernig hann var. Og svo sat hann einu sinni í rennusteininu fyrir utan húsin hjá sér og vinur hans með honum og þau voru að éta súkkulaðibitakökur sem frú Wilson hafði gefið þeim, nýbakaðar. Og með fulla munnin af súkkulaðibitakökum og súkkulaði út alla munn, segir Denni. Og svo það að Wilson gaf okkur ekki súkkulaðiköku af því við vorum svo góðir. Frú Wilson gaf okkur súkkulaðikökur af því hún svo góð. Ég þarf mig ekkert að segja meira. Þetta náðin. Þetta náð. Þetta náðin. Þetta óverðskuldaður velvilji Guðs. Í Gamla testamentinu, Gamla sáttmálanum hér í Biblíunni, Biblíu Hebrea, þar var gefið lögmál í þeim sáttmála og lögmálinu fylgdi loforð. Ef þú heldur þessi lög, þessar reglur, þá mun ég blessa þig. Skilyrðin fyrir því að þú fengi blessunina frá Guði var að þú hlýddir lögmálinu og héldir það. Í Nýja testamentinu, okkar Biblíu, hlustið nú á. Þar þessu ekki þannig háttað. Þar staðan öðruvísi. Þar staðan svo að Jesús hlýddi Guði í einu og öllu. Hann uppfyllti allt lögmálið. Hann braut ekki einasta bókstaf í því, lifði hreinu og tæru lífi þrátt fyrir alla freistingar mannlegar sem koma á hans vega eins og okkar. Hann brást ekki eitt augnablik og vegna þess að hann lifði þannig, þá get ég trúað á hann og fengi blessunina í gegnum hann. Það náð. Ég vann það ekki, hann vann það. Og ekki bara það, hlustið á þetta. Í Jóhannes 1:16-17, af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan, lögmálið var gefið með Móse, hér kemur Móse og Guð gaf lögmálið með honum.
En náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Með öðrum orðum, Jesús Kristur persónugerving sannleikans. Við segjum það, Jesús sannleikurinn, vegurinn sannleikurinn lífið, en hann líka persónugerving náðarinnar. Það var hann sem kom frá hásætti náðarinnar, niður á jörðina. Hann faktisk náðin. Þú aðskilur ekki Krist og náðina. Hann uppfylling náðar Guðs. Og þetta fagnaðarindið hann, að hann kom til að veita þér og mér allt það sem við ekki getum eignast í Guði. Við getum aldrei nálgast hann, aldrei komið þangað, en af því að hann gerði það og þaðan frá hásætti náðarinnar, þá getum við, eins og konan með blóðlátið muniði sem var dóttir hans, hún snart klæðafald hans, við fáum að teika með. Við fáum að vera með vegna þess að hann kláraði pakkan. Það náð. Því meiri náð, því meiri sigur í lífinu. Ef að syndin allt það sem eyðileggur okkur, ef að syndin brýtur okkur niður, ef syndin það sem heldur okkur í röngu hugafari, ef syndin okkar öfundin, sársaukin sem því fylgir, ef syndin allt sem að smátt og smátt sljófgar, deyfir, drepur þitt líf, ef ekki algjörlega líkamlega, sem það gera reyndir í sumum tilfellum, heldur kannski á einhverjum sviðum lífsins, ef það það sem að eyðileggja lífið, þá spurningin hvernig brýtur það ok af þér. Náð Guðs, þú getur ekki gert það nefnilega sjálfur eða sjálf. Það náð Guðs sem að brýtur af þér. Og hlustið á þetta. Þetta Rómarbréfinu líka. Synd skal ekki ríkja yfir ykkur þar sem þið eruð ekki undir lögmáli heldur undir náðinni. Og þetta, ég ætla að ljúka með þessu. Náðin nefnilega ekki bara óverðskuldaður velvilji. Náðin kraftur. Náðin lífskraftur. Náðin krafturinn sem heldur þér lifandi. Og náðin brýtur af þér okið. Náðin brýtur af þér böndin og fjötran og allt sem að þú ert að ströggla með. Það náð Guðs. Þegar þú ekki getur, þá gerir hann. Því þú ert ekki undir lögmáli sem þýðir hvað? Þú ert ekki háður því að þurfa að vera að gera þetta til að þóknast Guði svo hann vilji gera eitthvað fyrir þig. Þú ert bara eins og Denni dæmalausi. Wilson gaf honum kökur þó að hann hefði ekkert verið rosalega góður. Þannig Guð. Hann gefur okkur það af náðsinni þó við ekki eigum þetta skilið. Og við höfum ekkert gert til að áminna okkur það. En þetta lífskrafturinn sem heldur þér lifandi. Þetta fagnaðarerindið. Náðin sem gefin var í Kristi, Kristur sjálfur, og hlustið nú vel á, eina aflið. Ég þóra að fullyrða það. Eina aflið á jarðríki sem getur sett andaðinn, sál og líkama frjálsan og leisti og gjörti heila manneskju. Ekkert annað sem hún leitar í nærði. Ég ekki að segja að það muni allt engum árangur skila neinstæðar sem þú ert að gera. Að sjálfsögðu gerir það stundum. En það leysir þig ekki sem manneskju á heilstæftan eða holistik hátt. Andiðin, sál og líkami þarf á Guðs náð að halda sem kraftur hins lifandi Guðs gefinn inn í þitt líf til að leysa þig. Þetta leiðin til að ríkja í lífinu. Og ég skil ekkert í því að hverja allir sjá þetta ekki. Bara, guys, hvað að? Sjáu þetta ekki? En það hula. En ef þú vilt fyrir lausn,
ef þú vilt frelsi, þá sækjur í náð Guðs sem Kristur sjálfur og finnur lífið og finnur lausnina sem gefur þér sigur. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir að við megum biðja saman, við megum skoða og hugleiða orðið þitt. Og núna bara í stuttu máli, Drottinn, reyndum við að sjá hvað þú kennir okkur um náðina. Þennan lífskraft sem þú ert, Drottinn, í líf okkar. Og gjafumildi og kærleika. Þú ert bara góður Guð. Eingöngu ertu góður. Og þú gefur okkur allar þessar góðu gjafir, ekki vegna sem við erum svo góð, heldur að því þú ert svo góður. Ég biði fyrir hverjum sem að hlusta, Drottinn minn, í Jesú nafni, að þú opinberaðu orð þitt, opinberaðu náð þína, Drottinn. Í Jesú nafni. Og ef þú ert að hlusta og veist ekkert hvað ég er að tala um, eða langar kannski til að vita, langar til að upplifa, langar til að smakka, langar til að pröfa, langar til að snerta þessa náð, þá langar mig að biðja með mig núna, þú sem ert heima eða hvar sem ert að hlusta, þið sem er í salnum eða við þá, biðið með mér. Himneski Faðir, ég þakka þér að ég má koma til þín núna, alveg eins og týndisonurinn kom til föður síns. Hann átti ekki neitt skilið, en pappa hans opnaði allar dyr. Ég kem núna til þín. Ég á ekki skilið að þú gerir neitt fyrir mig. Samt hefur gert allt fyrir mig. Og ég vil trúa því. Ég vil meðtaka það og legg þess vegna líf mitt fram fyrir þig. Og bið þig að umvefja mig örmum þínum. Og leið mér að finna að ég er dóttir þín, að ég er sonur þinn. Þakka fyrir gæskuríka náð þína og fyrirgefningu þína. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Takk innilega fyrir dásamlega samkomu. Það er gott að lofa Drottinn saman, gott að vera aðeins smástund í orðinu og leyfa það að blessa hjarta sitt. Við sjáum síðar. Guð geymi ykkur.